Komið sæli, kæru sportdrekar. Þá komið lestrinum ykkar. Þið eru hérna síðastir í röðinni af vatnsmerkjónum. Og ég verð að viðurkenna það að ég er orðið dálítið þreytt. Klukkan er orðin margt. En hérna, ég vona að það kom ekki að sök. Núna bitningi á lestrinum ykkar. Núna ætlum við að lesa sambönd eða samskipti í ykkar lífi. Það getur verið ástarsamband eða vináttusamband og það getur verið bara einhver tenging sem að þið viljið skoða betur eða fá svör við einhverju spurningum og hérna, þetta eru spilin sem við ætlum að nota í kvöld og þá byrjum við bara. Ok, kæri sportdreki, hér eru fyrstu spilin ykkar. Það er einhvers konar staða uppi, núna eða á næstunni, þar sem að þið eru pínlítið að sleikja sárin, kannski eftir erfið samskipti eða erfiða tíma þar sem hlutir hafa ekki gengið upp. Og þið hafið ef til vill ekki staðið uppi sem sigurvegarar. Þannig að það er hérna svona vísbending að það sé kominn tími til að hvíla og endurskoða hlutina og leita uppi einhvern sannleika eða finna svör við ákveðnum spurningum sem herja á ykkur. Horfa kannski aðeins til fortíðar og hugsa hvort að hlutir hafi verið þess virði, hverju þið töpuðuð og á hvers kostnað það var. Það getur verið mjög hollt og gott fyrir mann að endurskoða það sem er búið að vera að gerast, en bara passa sig að dvelja ekki of lengi í því eða gista þar, eins og ég segi stundum. Það er annar aðili hérna í þessu lífi. Já, ok, í þínu lífi, hérna, ég var búin að vara ykkur við, ég væri svolítið þreytt. Ég meinti bara í þessum spilum sem að virðist vera, sem að virðist taka ykkur opnum örmum og er tilbúin að fara af stað í einhvers konar ferðalag með ykkur. Þetta er ekki ástarsamband, þá gæti þetta verið bara svona vináttutengt verkefni eitthvað. Hann virðist tilbúinn til að deila með þér góðum stundum, deila með þér kærleika og ást. Og ég er ekki hissa þó að þessi aðili eða þessi manneskja myndi hafa samband við þig fljótlega. Ef einhver ákveðin manneskja poppar upp í hugan þegar ég segi þetta, þá á þetta alveg pottþétt við. Þetta getur líka verið þú sem að leitar til þessara mannesku í þessari sannleiksleit þinni. Því það svona skiptir þig máli að fá hlutina svolítið á hreint og kannski er þetta manneska sem getur hjálpað þér við það. En það er allavega virðist vera fallega tilfinningar hérna á milli ykkar og kannski eru þessi samskipti bara hreinlega til að bjóða þér í einhvers konar heimsókn eða bjóða þér að vera viðstaddur athöfn eða gleðskap. Og hvort sem það er, þá er hvatning hérna til þín til þess að bara endilega að fara út í lífið og reyna að njóta og mingla svolítið við aðra. Því að mér sýnist þessi tími hérna sem að þú hefur verið að nýta til að svona ná aftur kröftum þínum, hann er orðinn, nógu langur skulum við segja. Og í raun og veru ekki mikið meira sem að þú getur
svona fengið í bili út úr þessu ferli, þó að það gæti orðið eitthvað seinna meir. Ok. En þessi samskipti sem ég er að tala um hérna, þau gætu skilað þér einhverju. Jafnvel gætu skilað þér einhverju í aðra hönd, þá er ég að tala um fjárhagslega. Einhvers konar gróða. Aðalega samt held ég að þetta sé á tilfinningarsviðinu. En það getur jú alveg farið saman. Ok, hvaða sannleikur þetta er sem þú ert að leita að, veit ég ekki ennþá. Það virðist hafa verið, orðið einhver ósigur hér, og þú ert kannski bara að reyna að grafast fyrir hvað olli ósigrinum, hvað þú hefði getað gert til að koma í veg fyrir hann. Það er svona eitt og annað sem kemur til greina og þú veist það kannski betur en ég. Ok, nóg í bili, höldum aðeins áfram. Ok, samband, samvinna, samstarf. Einn þristur í viðbót hérna sem að bendi til þess að það er greinilega eitthvað að fara af stað í lífinu þar sem að þú ert að fara að vinna með öðrum á hvaða sviði sem að það nú er. Þristarnir eru yfirleitt jákvæð skilaboð og þú sérð að þið takist hérna fast í hendur og þetta getur verið bara ákvörðun sem verður tekin á næstunni einhvers konar samstarf og þarna er held ég þessi sigur að koma inn sem að birtist þér ekki hérna á undan þar sem það var spurning að vinna eða tapa, en hérna stendur upp sem sigurvegari og hinn aðilinn virðist hörfa í ótta við að verða yfirbugaður eða sem sagt ótta við að missa allt sem að hann hefur. Og þegar ég segi hinn aðilinn þá er ég ekki endilega að meina þetta samband sem ég var að tala um áðan, heldur það er einhver hérna í þínum spilum sem að þú hefur verið í nokkurs konar baráttu við. Ég vil allavega trúa því og hallast frekar að því að það sé þú sem ert hérna að sigra en sá sem þú ert að slást við, skulum við segja, í gæsalöpum, er hérna að játa sig sigraðan og er í raun og veru að hörfa tilbaka aftur í sama farið og hann var í. Ef að það ert þú, þá er bara eitt að gera og það er í raun og veru að fylgja bara þessu ljósi sem er hérna ofan við tröppurnar en ekki að láta reka þig aftur ofan í kjallarann ef ég get orðið það þannig. Það er mikil hérna gróska hérna í spilunum og þetta er í tengslu við þetta samband sem ég var að tala um áðan. Það er fjárhagslegur ávinningur hérna. Þú og þessi manneskja eruð að fara að vinna að því að byggja eitthvað upp. Jafnvel frá grunni. Og mér sýnist eins og þú sért að fara að stíga inn í eitthvað sem að hin manneskjan er með í gangi. Fyrir. En það er kannski ekki fyrir að samstarfið ykkar kemst á, hvort sem þetta er atvinnusamningur, þetta getur verið trúlofun, gifting, einhvers konar skuldbinding á milli aðila og til dæmis það að sameina tvö heimili
til að gera eitt heimili, það gæti verið mjög gott og jákvætt skref í rétta átt. Já, og nú er verið að tala hérna kaup og sölu á fasteign. Ok, ég ætla nú ekki að fara eitthvað djúpt í það, en í einhverjum tilvikum, af því þið eru nú nokkrir hérna sportrekar sem eru kannski að horfa á þetta, einhverjum tilvikum gæti þetta verið það að það séu tveir aðilar að kaupa eina fasteign í staðinn fyrir að eiga í sitthvoru lagi, skiljiði. Og það er bara mjög jákvætt. Efasemdir munu örugglega skjóta upp kollinum, sérstaklega að þeir fóru nú að tala hérna fasteignamarkaðinn, sérstaklega eins og hann er í dag, og þá finnst mér ekkert ólíklegt eða skrítið að það verði einhverjir bakþankar og einhverja erfiðar svona hugsanir sem að kannski koma í kjölfarið og þá kannski aðalega meðan er verið að bíða eftir því að hlutirnir vaxi og dafni. En ég tek sérstaklega eftir þessum höndum hérna, tveimur, sem að læsast hérna saman í þétt handtak og síðan þessum aftur. Þannig að það er greinilega eitthvað svona sterkt samband í gangi. Ok, við höldum áfram og mér langar svolítið að sjá betur hvað er í gangi hér. Ok, það að hafa styrka stjórn á hlutunum kemur upp hérna hjá þér, kæri sportreki, og það er verið að byggja eitthvað upp og taka forystuna. Ég veit ekki hvort það sért þú eða manneskjan sem þú ert í samstarfi við, kannski báðir aðilar saman sem eru að fara af stað með eitthvað verkefni. Þetta verkefni liggur að mestu leyti ljóst fyrir, en það er ákveðin þörf hjá þér til að svona taka nokkuð skref aftur á bak og skoða hlutina utanfrá áður en þú svona hellir þér eða sökkvir þér í þetta verkefni. Þannig að þú vilt gefa þér góðan tíma til að skoða frá öllum sjónarhornum, og þú gerir það á þann hátt að þú ferð inn á við, leitar svara innra með þér. Ef til vill hefur það reynst þér vel í gegnum tíðina, kæri sportreki. Kannski hefur þið uppgötvað þar leið til þess að svona finna það sem þú ert að leita að. Já, þú þarft að finna hárfínt jafnvægi á milli þess að ég held þú sér þriðja merki sem ert að fá þessi skilaboð, þetta er svolítið sérstakt, eða á svipuðum nótum. Finna þetta hárfína jafnvægi á milli þess að sleppa tökum og fylgjast bara með, og svo að vera með styrka stjórn og taka forystu. Þetta getur verið svolítið erfiður meðalvegur sem að þarf að þræða hérna. En það er eitthvað hérna sem að er að biðja þig að gera þetta. Og þó þú takir stjórnina, þá máttu ekki vera með puttana alveg í öllu og ríghalda. Þú verður að gefa slaka, ákveðin slaka. Öðruvísi ganga hlutirnir ekki upp. Og þetta getur líka bara átt við sjálfa þig, kæri sportreki.
Þetta getur átt við þetta samband eða þessi samskipti sem við vorum að tala um. Og það aðili hérna sem mér sýnist vera hinn aðilinn. En mér finnst alltaf vera svolítið óljós mörk á milli ykkar hérna. Mér sem hvernig það kemur í spilunum. Það aðili hérna sem leitar í fíkn til að leysa málin. Þegar að honum finnst hann ekki höndla hlutina, þegar að verður of mikil tilfinningasemi eða honum finnst hann ekki einhvern veginn geta horfst í augu við hlutina, þá leitar hann í fíkn til að deyfa sig. Fíknhegðun, það getur verið matur, drykkja, einhvers konar hegðunarmunstur og með því að gera það þá lokar hann hjarta sitt svolítið inn í búri. Hann lokar á tilfinningarnar sínar á meðan, setur upp ákveðna grímu, fer í hlutverk og hættir í raun og veru að vera hann sjálfur og hættir að fylgja hjartanu. Ég hallast að því að þetta sé hinn aðilinn sem við erum að tala um. Og þetta kannski bara einhver akkillesar hæll hans sem að á eftir að hafa einhvers konar áhrif á þessa samvinnu ykkar sem annars lofar góðu og lítur vel út. Þetta getur verið líka bara tímabundið ástand eða ákveðin partur af hans framkomu eða persónuleika. En töframaðurinn hérna með ykkur og hann the magic manifestor. Hann sem sagt sá sem að efnisgerir hlutina. Hann kemur hugmyndum í framkvæmd. Hann með galdrana sem þarf til þess að gera hlutina og þessi töframaður finnst mér tilheyra þessari hinni manneskjunni í þessu sambandi. Þannig að einhverja eiginleika eða hæfileika virðist hinn manneskjan búa yfir til að gera þetta að veruleika sem að við erum að tala um hérna. Ok, hér verið að koma líka inn á frjósemi, fæðingu. Það getur bókstaflega þýtt að barn sé í spilinu, að það sé barn á leiðinni eða partur af þessu sambandi snúist barn eða móðurhlutverkið. Þetta getur líka bara tengst í að næra sig á réttan hátt, næra líkama sinn, næra sig andlega, vera einhvers konar móðir fyrir sig eða sína nánustu. Og auðvitað getur verið eitt af hlutverkunum hérna sem annarkvort þú kæri sportdreki eða hinn aðilinn í. Þetta spil hérna sem heitir öðru nafni Keisaraynjan, hún kemur inn á það að njóta lífsins með öllum skilningavitunum og að fæða nýtt inn í veröldina. Þetta getur verið verkefni líka sem að fara að fæðast hérna hjá ykkur. Þarf ekki bókstaflega að vera barn. Barn táknar líka bara eitthvað nýtt og fallegt. En mér finnst þetta hárfína jafnvægi sem ég talaði áðan sem þú þarft að reyna að temja þér þá eftir að skila þeim árangri sem þú sækist eftir. Ef þú togar í bremsuna á þann hátt sem þarf til að flæðið geti einhvern veginn flætt óhindrað. Ég veit ekki alveg hvað ég að segja hérna. Það kemur kannski betur í ljós þegar ég held áfram og tek hérna næstu spil. Ég ætla að sýna ykkur hérna, ég dreg hérna
keisara ofan á keisara og þessi spil heita Lead og Authority. Þetta í raun og veru sama spilið. Þannig að það geysi mikil áhersla lögð á að stjórna, framkvæma og koma hlutunum í verk. Og mér finnst þú vera í því hlutverki, kæri sporðdreki. Þú átt eftir að rekast á hindranir á leiðinni og það eftir að koma tíma þar sem þér finnst eins og sért að þreifa fyrir þér í myrkri, þá skaltu stoppa og bíða þangað til að birtir til. Við höfum hérna tunglið og sólina hlið við hlið, shadow and light, og það skiptir máli að þú framkvæmir eða gerir ekki neitt eða farir fram úr þér fyrir en þú sérð hvað þú ert að gera. Í þreifandi myrkri að þoku kemst maður ekkert áfram. Og þegar sólin birtist alltaf verið að tala framtíðina og svo merkilegt sem það nú að því að tala hérna börn á þann, þá eru börn líka tengd sólarspilinu. Þannig að það ef til vill verið aftur að minna á framtíðina og börn. Og kannski eru þetta börnin þín, kæri sporðdreki, eða börn einhvers annars hérna sem við verðum að tala þar sem að eitthvað varðandi þau fer úr skugga og yfir í ljós. Það ef til vill einhverju erfiðleikar í gangi sem munu síðan blessast. Ok, við vorum að tala samband eða samskipti þín við aðra manneskju og hér áhersla á að eitthvað óvænt og skemmtilegt komi inn til ykkar eða inn til þín varðandi það. Þolinmæðisspilið sem kemur hérna eru skilaboð til þín, en fyrst og fremst eru þau held ég skilaboð varðandi hina manneskjuna, að hún þarf líka að sýna þér þolinmæði í þessu ferli öllu sem að fara af stað hérna hjá ykkur. Og það að þú sért með svona gífurlega styrka stjórn hér, það getur líka þýtt ótta þinn við að missa hlutina úr höndunum. Þannig að þá grípur til þess ráðs að halda enn fastar. Þú skalt varast það, kæri sporðdreki. Það reyni ekki að stjórna hlutunum of, en ég var búin að segja það við þig. Þolinmæði skiptir hérna máli og það þýðir ekki að reyna að toga plöntuna upp á moldinu og vex ekki hraðar fyrir því. Það þarf að gefa fræinu bara þann tíma sem það þarf til að spíra hérna og vaxa og verða að plöntu. Mikla breytingar koma hérna inn og í tengslum við sólina, í tengslum við þessa miklu birtu. Og þetta getur bara verið, þessar breytingar geta hreinlega bara verið fólgnar í því að þú ferð að sjá hlutina skýrar. Og það sem þú sást ekki áður, það mun opinberast þér. Eða ykkur báðum jafnvel. Þetta getur verið gömul gildi sem að þið hafið haldið fast í, sem að munu hrynja til grunna og þið þurfið svolítið að endurskoða og byggja upp á nýtt. Þetta getur verið í formi þess að manneskjan sem að hér ræðir sýni á sér einhverja nýja hlið sem kemur þér í opna skjöldu, sem aftur þýðir að þú þarft að fara að skoða hana í nýju ljósi. Breytingarna sem kom í kjölfarið, það að segja þetta nýja sem kemur í ljós,
þegar að ríkið er búið að settlast, þær verða jákvæðar og til góðs. Þannig að þetta er bara eins og eitthvað gamalt sem er að víkja fyrir nýju, þessar breytingar sem ég er að tala um hérna. Ok, höldum áfram. Ég tók hérna orkustöðvarspil fyrir þig og hina manneskjuna, sportdrykki góður. Aðal orkustöðvar líkamans eru víst 7, þetta eru 2 þeirra. Þú færð hérna fyrra spilið og hinn manneskjan seinna spilið. Fyrra spilið talar um hvatastöðina þína, það er sacral chakra. Eins og nafnið gefur til kynna, þarna eru hvatirnar þínar, það sem að svona dregur þig áfram, langanir þínar og sköpun. Þannig að kannski er þetta orkustöðin sem þú þarft að gæta að eða virkja betur á meðan að þetta ferli gengur yfir. Því að þetta verður mikið breytingaferli. Og síðan er það fyrir hina manneskjuna 3. augað eða ennistöðin sem að svona að langmestu leyti gengur út á andlega skynjun inn á aðrar vittir, skyggni og fleira. Kannski er sú manneskja að upplifa nýja skynjun hjá sér sem að tengist eftir við þessum miklu breytingum og ég talaði áðan um að sjá hlutina á frá nýjum sjónarhorni og nýjan hátt. Já, hvort heldur sem er. Það getur oft verið mikil breyting þegar skynjun hjá manni breytist og andleg vakning fylgir oft svona skynjunarbreytingum, það er að segja þú ferð að skoða líf þitt út frá andlegu sjónarhorni og annan hátt en áður. Þannig að ef til vill eru þessar breytingar að mestu leyti kannski fólgnar í svona innri breytingum hjá þér, hinni manneskjunni eða ykkur báðum. Veit ekki alveg hvað ég á að segja með það. En svona heilt yfir, þá er þetta jákvæð spil og jákvætt ferli sem er í gangi eftir einhvers konar tap eða missi sem að þú hefur verið að ganga í gegnum og þróunin á eftir að verða í jákvæða átt varðandi samskiptin við þessa manneskju og sambandi ykkur á eftir að ganga í gegnum hérna jákvætt ferli. Örlögin eru partur af hérna þessu spili sem að kemur inn með eitthvað óvænt og skemmtilegt. Og svo er mjög fallegt að sjá hvernig sólin lýsir upp hérna þessa breytingu, þessa eyðingu sem að á eftir að verða. En við erum ekki alveg hætt. Ég ætla að taka sikur spilið fyrir þig og hina manneskjuna og sjá hvað þið myndu vilja segja við hvor aðra. Ég sé ekki mikið af vísbendingum í spilunum þínum, kæri sportdrykki, ást og rómantík. Ég sé að það eru jákvæðar, fallegar tilfinningar í gangi, en ekki kannski endilega það sem við myndum segja svona, rómantískar tilfinningar. En það er eitthvað sem að gæti átt eftir að breytast í þessu ferli hérna. Og líka getur þetta verið bara vináttug samband sem að umræðir.
En við skulum sjá, hvað vilt þú segja við hina manneskjuna sem ræðir? Ok, við fáum hérna spil sem heitir gríma. Einhver sem sýnir ekki sannar tilfinningar sínar, felur sig, persónu gerir hluti, að þykjast eða blekkja eða gaslýsa, held ég að þetta heiti á íslensku. Það að segja, gera lítið úr upplifunum hinna manneskjunnar. Ok, þetta eru skilaboðin sem þú vilt koma á framfæri. Ef til vill þetta það sem var í gangi hérna í upphafi, þar sem að þú tapaðir einhverjum samskiptum eða einhverjum slag. Þú ert kannski hræddur að lenda aftur í sömu stöðu og vilt ekki að það komi fyrir. Kannski finnst þér þessi manneskja ekki sýna alveg allt sem þú vilt sjá, sýna sýttir þetta andlit, og hún sé að þau vil afneita tilfinningum eða fela þær. Nú eða þú ert bara að láta manneskjuna vita að þú sért með grímu, að þú þorir ekki að fella grímuna af ótta við að vera særður, kæri sportdreki. Við skulum sjá hvað hún vil segja við þig. Það er bara trúlofunarhringur. Hér stendur trúlofun, samband. Þið verða að afsaka, ég er ekki með gleraugun á mér. Skuldbinding að eilífu. Eitthvað sem klárast og sameining, union, completion. Ok. Er þetta það sem hin manneskjan vill? Er þetta það sem hún er með í huga? Vill hún bara nánara samband? Á meðan að þú ert þarna með grímuna uppi. Þá er spurning að þið ræði málin hreinskilnislega og að þú ef þið vill þá fellir grímuna og tjáir þig. Því að þetta virðist allavega vera þar sem að þessi aðili er að sækjast eftir, að það er einhvers konar nánari skuldbinding. Og kannski er bara breytingin sem kemur hérna fólkin í því að samband ykkar eða samskipti ykkar fari úr hérna tunglinu og yfir í sólina og allt verði bjartara en áður. Allavega er manneskjan að sýna hérna mikla þolinmæði, menn hún er að bíða eftir að þetta ferli gangi yfir. Hér er annað spil þar sem þú vilt segja mind the baggage, já. Öll eru við með farangur úr fyrir samböndum, barnæsku, fyrir lífum jafnvel. Til þess að láta þetta ganga, þá þarftu að viðurkenna verkefnin sem eru framundan. Já, kannski þarft þú að losa þig við einhvers konar byrði sem er íþyngja þér, eða þið geti gert það í sameiningu. Þér finnst þessi aðili kannski vera með einhverja byrði sem að þú ert ekki tilbúin að taka á þig. Hvað vill hin manneskjan segja við þig? Það er spil sem heitir feeling stuck, að vera fastur. Þú munt þurfa að græða fortíðina til að fá það sem þú vilt. Ok, þannig mynda fallegu fiðrildi hérna og fiðrildi táknar vilt umbreytingu úr púpu yfir í fiðrildi. Þannig að það er kannski eitthvað ferli í gangi hérna. Ég var að tala um fræið sem að þyrfti að fá að spíra, alveg eins og púpan. Eitthvað ferli hérna sem að manneskjan er í sem er ekki alveg lokið. Og henni finnst hún vera föst. Og það er eitthvað úr fortíðinni sem er að hindra það.
Kannski er það að hindra að samband ykkar verði nánara eða verði meiri skuldbinding heldur en hefur verið áður. Og ef til vill er þetta eitthvað sem að manneskjan er að segja að henni finnist tilheyra þér. Þannig að það getur verið á báða bóga. Já, þetta er eitthvað sem þið þurfum að skoða í sameiningu. En kæri sportryggi, ég vona svo sannarlega að þú hafur fundið eitthvað sannleikskorn í þessum lestri, allavega að þú hafir haft gaman af honum. Þú færð að lokum hérna fallegt hjarta sem ég vona að sé með einhver góð skilaboð til þín. Og það er traust. Með því að samþykkja og treysta verður umbreytingin. Já, ok, þetta er bara í framhaldi af því sem ég var að segja. Transformation occurs through acceptance. Með því að þið treysti hvert öðru, taki hvert öðru eins og þið eruð. Með því að þið ræði málin hreinskilnislega. Þannig verður umbreyting á ykkar sambandi eða samskiptum. Ok, kæri sportryggi, svo mörg voru þau orð. Þá þakka ég bara kærlega fyrir, óska þér alls hins besta, ljós og kærleikur.